Eiríkur Bergmann hér kominn, Einarsson, sæll vert þú. Það eru svona, við erum að skoða ýmsa hluti þessari skýrslu og ég held að það sé nú bara skylda okkar að fjölmiðlamanna og akademíkera að gera það fram eftir sumri og jafnvel lengur. Og það sem þú skoðaðir í fyrirlestarröð sem var fyrst til Reykjavík og svo Akureyri síðustu helgi, þar sem að háskólinn í Reykjavík, háskólinn Bifröst og háskólinn Akureyri lögðu saman. Það var sko þjóðernisorðræðan, hvernig við nota þjóðernisminnin, notuðu þau á útvarpstímanum, en þú ert líka að segja að menn hafi farið í að nota þau eftir hrunið. Já. Þetta eitthvað sterkasta tæki sem hægt að beita í íslenskum stjórnmálum. Það þessi þjóðernisorðræðan og arfleið sjálfstæðisbaráttunnar. Sko, mörg ríki eiga sér einhvers konar grundvallar hugmynd sem ríkið byggt á. Og gjarnan verður það til svona í sköpunar sögu ríkisins og þetta mjög skýrt í okkar tilviki. Og þá það sem sé fullveldið, áherslan á fullveldið þjóðarinnar og sjálfstæðið. Og stjórnmálamenn geta beitt þessu tæki fyrir sig í málflutningi sínum og við höfum gert það hér mjög massíft og markvisst og á útrásartímanum að þá kemur þjóðernishyggjan eiginlega algjörlega ómenguð í gegn og það verður til hérna hugmyndum einhvers konar yfirburðaríki. Yfirburðaþjóð. Yfirburðaþjóð, já, í rauninni verður það þannig. Svo kenningin, þegar maður lesir þetta svona í beit, sko maður sér þetta í rauninni ekki endilega þegar þetta gengur yfir. En þegar maður hins vegar tekur saman þessa umræðu alla saman, þá birtist kenning. Kenningin sú að á Íslandi hafi orðið til einstök manntegund sem að hafi tiltekin afmörkuð persónueinkenni sem hafi þróast hér í gegnum langar aldir sem að eru algjörlega sérstök og einstök meðal þjóða, hæfileikar sem hér hafi orðið til, en að þessari þjóð hafi verið haldið svona í skefjum af aðstæðum sem hafi verið fámennið og fjarlæðin frá öðrum löndum. Síðan með hnattvæðingunni þá hafi sé eins og sko öllum böndum hafi verið létt af þessari þjóð sem að muni nánast óhjákvæmilega sigra heiminn. Og þetta voru til að mynda þær ræður sem að Ólafur Ragnar Grímsson hélt út allan heim, þær voru byggðar á þessari kenningu. Og hann taldi til ýmist 10 til 13 eðlis eiginleika Íslendinga til að styðja bak við þessa kenningu. En hann var ekki einn þetta. Eðlis eiginleikar Íslendinga. Eðlis eiginleikar, já. Einkenni og eiginleikar. Sem gerði okkur fær að leggja undir okkur heim. Já, og það sem sé sköpunargáfan. Það arfleið sem sé sjálfstæðisbaráttunnar og arfleiðin í rauninni frá víkingatímanum, frá þjóðveldistímanum sem gullöldin. Þessi góðsögn hefur verið búin til hér af mönnum löngu fyrr og hún notuð áfram. Og sko strax árið 2000 þá heldur forsetinn ræðu í Bandaríkjunum þar sem hann síðan býður Bandaríkjamönnum að taka þátt í þessari sko merkilegu vegferð Íslendinga sem að því annars munu þeir sitja eftir í heiminum, Bandaríkin. Og svo heldur þetta svona áfram, en hann var alls ekkert einn það og í skýrslunni dvelja þetta mikið við forsetann, en þetta var í öðrum skýrslum líka. Í ímyndaskýrslu forsetisráðuneytisins að þá sko talað líka þessi karaktereinkenni og svona náttúrulega einkenni sem bara svona beinlega stafa af náttúrunni, tengingar við hana og það nýta þetta. Friður, kraftur, frelsi og þetta og Íslandi hefur verið frjálsasta þjóð í heimi og eitthvað svona og Íslendingar séu eitthvað sérstaklega frelsiselskandi. Í einni skýrslunni sko sagt að við að hætta að bera okkur saman við Norðurlöndin því við stönduðum miklu framar og þetta allstaðar. Það eru nánast sko allir máttastólpar samfélagsins klappa þennan sama stein. Og það eiginlega engin undanskilinn þó svo forsetinn hafi gengið miklu lengra. En síðan sko þegar að við sjáum blikur á lofti hérna í kringum okkur að þá verður þessi hugmynd yfirburðaríkið og þessa sérstöðu sem hér hún verður til þess
að við hunsum allar viðvörunar raddir sem komu og því að það gengur gegn þessari hugmynd yfirburðaþjóðina og þess vegna þessu bara ýtt í burtu, þetta bara vitleysa, þetta eru vondir, þeir skilja þetta ekki og þeir eru illgjarnir og þeir eru öfundsjúkir, sér í lagi Danir. Og þessu algjörlega ýtt á borðinu og það hlegið að öllum þessum röddum. Hannes Hólmsteinn kallaði Robert Veid til nýja Blefkan og svona gekk þetta þvert yfir allt. Já, Blefkan var maður sem skrifaði Ísland á miðöldum á þess að hann okkur komið inn og bjó til einhverja svona furðusögur Ísland. Já, Dietmar Blefkan. Það ægilega ljótt að segja einhver sem nýr Blefkan. Það bara það hryllilegasta sem þetta að segja. Það bara þjóðnýðingur, það einhver sem að nýða þjóðina. Og þessu þá er öllum svona viðvörunarbjöllum sem hringja, þeim er íttillega, við hlustum ekkert á það. En síðan kemur hrunið. Og þá myndi maður halda að þessi hugmynd hefði líka hrunið, að hún hefði farið. En þegar maður skoðar hins vegar hvernig umræðan hefur verið eftir hrun, að þá sér maður að í rauninni birtist þessi sama hugmynd bara í nýrri mynd. Það bara verður aðeins önnur birtingamynd. Nú erum við ekki lengur yfirburðaþjóð sem er að leggja heiminn að fótum sér. Heldur erum við allt í einu orðin saklaust fórnarlamb illgjarnra útlendinga sem hafi setið á svikráðum við þessa litlu þjóð sem ekkert hafi gert af sér. Og það er öllum öðrum kennt og maður getur farið í gegnum alla þessa... Þú ert nú með nokkur svona ummæli sem eru svona að lýsa þessu, en þetta er kenningin Þetta er kenningin umsátrið. Og það eru ýmsir það eru margir sem taka þetta upp. Hún kemur, Styrmir Gunnarsson nefnir, kallar hana þessu nafnin, en kenningin var komið fram löngu fyrr. En hann gefur henni þetta nafn, þessi umsáturskenningin. Við hefum verið hrakin í faðm Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og síðan hafi þetta verið svona. Og síðan, eins og í öllum svona sögum, þá þarf að vera skúrkur. Og Svíar urðu fljótt að þessum skúrki, einhver hluta vegna. Svíar hafi verið svona sérstaklega sviksamir í okkar garð og beitt sér á bakvið tjöld. Auðvitað eru náttúrulega Bretar og Hollendingarnir eru svona, það er óvinnurinn sem er að takast á við, en hinn sviksami skúrkur, það eru Svíarnir. Og þetta birtist svona í gegn og þú manst eftir þessari umræðu að hvort þetta væri ekki bara Evrópusambandi sem hefði sett okkur á hausinum því að með gölluðu regluverki og svona. Mikilvæg gallaða regluverkið, En menn ákveða nú ekki að hafa reglur gallaðar, þetta var kerfið, það var svona og það var líka í öðrum löndum og svona. En þannig kemur sem sé þessi hugmynd þjóðina og þannig erum við komin ofan í neðanjarðarbylgju. Þetta er kenningu sem bara hafnaði rannsóknarskýrslunni. Algjörlega. Það er ekki bara það. Birtist þetta líka í öðrum myndum. Eins og til að mynda þegar að forsetinn synjaði Icesave-lögunum staðfestingar og vorum í þjóðaratkvæðagreiðslu, að þá sagði hann í viðtali á Stöð 2 sama kvöld og sem sé atkvæðagreiðslan fór fram, að nú væri Ísland orðin fyrirmynd heimsins á nýjan leik. Og það var óumdeilt að Icesave-atkvæðagreiðslan á Íslandi hefði gjörbreytt hugmyndum manna út allan heim beint lýðræði. Eins og aldrei hafi verið haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur í neinu landi. Sem að náttúrulega... Er ekki alveg, það eru daglegur viðburður í þessum Það er bara út allt. Og að bægslagangurinn með þennan Icesave-farsa muni gjörbreyta afstöðu manna út allan heim til beins lýðræðis eru þetta í hæsta móti skrítin hugmynd. Og menn tóku undir þetta. Það voru fleiri sem tóku undir, menn skrifuðu greinar í blöð þar sem þetta var þetta saman. Þannig að þú sér að þarna verður Og þarna er þessu líkt við Aþenu til forna og stjórnar... Já, það er ekkert verið að svona taka einhverjar svona hógværar samlíkingar. Nei, sem sé að Icesave-atkvæðagreiðslan hér var samkvæmt þessari kenningu á pari við lýðræðistilraunir Kleisthenes og Solons í Aþenu til forna og stjórnlagaþing Johns Adams og félaga við stofnun Bandaríkjanna. Og það er tiltekið sem sé þarna að þegar Bandaríki voru stofnuð þá hefði verið lítið samfélag sveitafólks og rökstuðningurinn fyrir því að Icesave
sem sagt muni hafa álíka vægi og lýðræðistilraunir í Aþenu og stjórnlagaþing Bandaríkjanna einmitt fundið síðan í sérstöðunni hér. Það sem sagt fámenninu og því og forsetinn sagði að það væri í rauninni bara í smáríkjum þar sem að meiri háttar framfarir í lýðræðinu yrðu. Hann reyndar nefndi ekki stjórnarbyltinguna í Frakklandi, en það kannski ekki smáríki þar, en þetta eru svona hugmyndir sko. Sem kom uppi. Og þetta heldur áfram. Það voru sko eftir að rannsóknarskýrslan kom út, þá voru hér ýmsar raddir sem að héldu því fram að nú gæti vorið heiminum fyrirmynd við skýrslugerð. Eins og aldrei hafi verið gerð uppgjörskýrsla áður. Menn gleyma algjörlega öllum þeim mikla ferli sem átti sér stað til að mynda í Suður-Afríku eftir apartheid og víðar hefur verið gert eftir kreppuna miklu í Bandaríkjunum og svo framvegis. En okkur tekst ofta að ýta þessu til hliðar. En sko það sem mikilvægt að sko halda til haga þegar maður að ræða þessi mál það að þetta afl sem þjóðernisorðræðan hún getur farið með okkur út í tóma vitleysu, en það líka í þessu kraftur, það líka í þessu sko nýtilegt gott afl sem að við þurfum að virkja og verkefnið framundan það kannski að reyna að vinsa frá hvað nýtilegt og svona heppilegt til þess að byggja hér upp gott samfélag og hvað síðan bara stór hættulegt. Menn missa sér alveg reglulega. Já. Og ég man, sko, en það er samt ekki eins og menn hafi ekki tekið eftir þessu, til dæmis ég man eftir því að þessi ræða Ólafs Ragnar sem flutti þarna árið 2000, ég birti hana nú á vefnum mínum þegar ég var á einhverju sem hét Streikið og svo var maður hérna í bæ sem þýddi ræðuna og birti hana í Morgunblaðinu og fólk hlóa að þessu, þetta var aðhlátursefni út allt árið 2000, þannig að sko menn það féll ekkit allir fyrir þessu en þetta magnast meira upp eftir það og reyndar ég talaði við sænskan mann sem hefur stúderað Ísland svolítið vel og hann talaði að í rauninni að þessu leyti væri það Ólafur Ragnar sem virkaði svo svona eins konar hugmyndafræðingur eða orðræðu smiður útrásarinnar. Hann bjó til þessa kenningu útrásarríkið sem að byggir á hugmyndinni yfirburða þjóðina. Einhvers konar Übermensch hugmynd. Það má bara segja það, þetta einhvers konar Übermensch hugmynd, þó að það sé kannski hafi einhverja svona gildishlaðna tilfinningu sem kannski ekki viðeigandi. En það jaðrar við eitthvað slíkt og það auðvitað gengið hér ótrúlega langt í þessum efnum. Og sko, þetta svona svolítið eins og að vera kannski inn í einhvers konar sápukúlu að umræðans bara einhvern veginn fæðir sjálfa sig og oft það hægt að halda fram alveg stórfurðulegum hlutum eðliseiginleika þjóðarinnar einfaldlega út af því að fólk lítur kannski ekkert svo mikið út hvað að gerast annars staðar og eins og aldrei hafi verið skrifið skýrsla áður eins og aldrei hafi verið haldin þjóðaratkvæðagreiðsla áður og þannig að þetta dálítið sérstakt og sko Ólafi tókst við munum eftir því fyrir áramótin að hann var svona orðinn að einhvers konar aðhlátursefni eins og til að mynda birtist okkur í áramótaskaupinu en honum tókst síðan að nota þessa orðræðu þessa þjóðernis tilfinningu til þess að verða algjör þjóðhetja á nýjan leik í janúar og febrúar og langt fram í mars var Ólafur Ragnar Grímsson þjóðhetja Íslands. Það hefur reyndar fjarað svolítið undan þessu aftur núna. Eftir hann sagði að við getum tortímt allir heimsbyggðinni með eldgosi. En sjáðu, sú hugmynd af sama meiði. Skilurðu, það að Katla geti gosið og sem sé haft afgerandi áhrif út allan heim, þetta bara sama hugmyndin sem sé mikilvægið. Ég kenni svolítið við háskólann í Ljúblíana í Slóveníu og það svona ung þjóð líka sem að fóta sig svolítið í nútímanum inn í Evrópusambandinu og svona og það er gaman að bera saman þessi þjóðar einkenni. Slóvenar leggja allt ofur kapp á það að vera rosalega faglegir í öllu sem þeir gera þetta alveg brjálæðislega vel og það tekið svo vel á móti mann, þetta gert svo vel og það svona leggja allan sín metnað í þetta og þeir vilja fá klapp á baki fyrir að hafa staðið sig vel. En þeir hafa ekki þessa hugmynd að þurfa endilega að vera bestur í heimi sem hérna
og stundum virðist manni sko að það skipta engu máli í hverju við viljum vera best í heimi, bara við getum verið best í heimi í einhverju sko, þó það sé ekki nema bara þá í eldgósi. Já. Ef ekki vill betur til. Og eins og ég segi, sko, það er eitthvað kraftur í þessu, það er hægt að nota, það er hægt að gera eitthvað gott við þetta, en það er líka hægt að brenna sig illilega á þessu afli sem er svolítið óbeislað hjá okkur. Eiríkur, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn, þetta er búið hjá okkur í dag og já, við erum aftur hér að viku liðinni. Takk fyrir að horfa.